Iðnaðarráðherra segir ekkert hæft í því að bandarískum sendifulltrúum hafi tekist að lækka fyrirhugaða orkuskatta. Sendiráðsfulltrúinn segist hafa fengið sérstakar þakkir frá álrisunum fyrir framgöngu sína í málinu. Í skjölum frá bandaríska sendiráðinu hér á landi sem lekið hafi í fjölmiðla státar sendiráðsfulltrúinn Watson sig af því að hafa tekist að lækka fyrirhugaðan orkuskatt. 1 króna á hverja kílóvattstund hafi endað í 12 aurum. Hann segist hafa fengið sérstakar þakkir frá álrisum vegna framgöngu sinnar í málinu. Þetta náttúrulega stemmir ekki vegna þess í fyrsta lagi að þá stóð aldrei til að setja heila krónu í orkuskatt á álfyrirtækin. Heldur var þetta í greinargerð í frumvarpi notað til viðmiðunar þannig að menn sæju hvaða stærðir væru þarna baki. Í öðru lagi að þá eru álfyrirtækin varin í fjárfestingarsamningum gegn sértækum skatti. Þannig að það sem réði á endanlegri upphæð skattsins var hagsmunir alls almennings og allra fyrirtæki í landinu vegna þess að það þurfti að leggja hennar skatt jafnt á alla til þess að hægt væri að fá hann út úr álfyrirtækjum, bara samkvæmt lögum. Og þess vegna náttúrulega stemmir þetta ekki vegna þess að það voru ekki bara hagsmunir álfyrirtækjana sem réðu endanlegri upphæð.